og næst stígur í pontu Auðbjörg Brynja Bjarnadóttir frá Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Hún hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir á Klaustri, sérlega áhugamanneskja lífið og vinnuna, bókmenntir, listir og auðvitað samverustundum í fjölskyldunni. Erindið fjallar aukið aðgengi heilbrigðisþjónustu í dreifðum byggðum, en þau hafa undanfarin ár unnið með fjárbúnað í heilbrigðisþjónustu sem keyptur var á heilsugæsluna með stuðningi íbúa í Skaftárhreppi. Þannig að bjóðum bara Auðbjörgu velkomna í pontu. Gjörðu svo vel. Komið öll sæl. Heyriði alveg ágætlega í mér svona. Ég vil endilega biðja ykkur að grípa fram í fyrir mér ef ég tala hratt. Ég hef svona svolítið tilhneigingu til þess. Við erum nú vön að standa hérna tvö, Sigurður Árnason, læknir, kollegi minn á heilsugæslunni á Klaustri, en hann fjarri góðu gamni í dag. Hann náttúrulega nýbúinn að semja og á skíðum á Ítalíu. Ég bíð spennt eftir mínum samningum sem framöndan eru. En ég komin hingað til að segja ykkur svona aðeins frá að gefa ykkur svona smjörþefun af litlu svona grasróta verkefni sem hefur farið á stað á Klaustri. Ég ætla að draga aðeins upp mynd af stöðinni og okkar umhverfi og fara svona rólega í gegnum þetta. Þetta held ég nú allt á mannamáli. En ég var á fyrirlestri náðan svo mikið á tæknimáli, ég skildi ekkert. Þannig að ég vona að ég sé mjög skýr með þetta. En vindu okkur í þetta. Heilsugæslan á Kirkjubæjarklaustri, þetta flokkast sem H1 stöð. Þetta í heilbrigðisumdæmi Suðurlands sem stærsta umdæmið á Íslandi. H1 stöð þá það sko læknir og hjúkrunarfræðingur, það stöðugildið og ritari. Skaftárhreppur fámennt og víðfeðmt og einangra hérað. Íbúar ekki nema svona 450 talsins og þess má geta, ég held að sé við 1000 manns hér í dag. Þetta líka næst stærsta sveitafélagið á Íslandi, landafræðilega séð, þannig að þetta alveg svakalega víðfeðmt. Yfir sumartímann þá þetta eins og annar heimur, það rosalega mikið af fólki, mikið af túristum, allra þjóða kvikindum og þetta svart og hvítt yfir sumar og vetur. Næsta sjúkrahús við okkur í vesturátt, 210 km fjarlægð og það Heilbrigðisstofnun Suðurlands á Selfossi. Reykjavík 300 km fjarlægð og ef við horfum í austurátt þá það Höfn í Hornafirði. Þar ekki eigilegt sjúkrahús heldur svona góð heilsugæsla og svona þetta öldrunarheimili, en þeir eru með ykkur 2 svona neyðarpláss. Þar máttu nú fæða börn fyrir stuttu síðan en nú má það ekki lengur, eins og við á. En af hverju erum við nú að þessu að reyna að bardúsa með eitthvað tölvur og fjarheilbrigðisþjónustubúnað, til hvers erum við að þessu? Það hefur lengi vel verið mjög erfitt að manna læknistöðuna sérstaklega á Kirkjubæjarklaustri og ég held að mér sé óhætt að segja svona 15 ára eftir í tímann að þá hefur þetta verið mjög stópult. Það hefur vissulega verið þarna góðir læknar og í einhvern tíma og jafnvel einhver ár, allt árið kring á krónískri vakt, en reyndin hefur ekki verið þannig undanfarin ár og ég veit að þannig það víða á svona litlum krummaskuðum eins og Klaustur Skammtímaúrræðin hafa reynst okkur afar dýr og þetta eru algjörlega óraunverulegar tölur sem ég held að enginn geti getið sér til en ég má auðvitað ekki tala það. Það voru oft göt, Sigurður sem starfa með mér, hann í 50% starfi á heilsugæslunni og þannig við erum með hálfa stöðu læknis virka og heila stöðu hjúkrunarfræðings. Fyrirkomulega var þannig áður að báðir aðilar voru allt árið, læknirinn var á vakt allt árið. Stundum fór læknirinn í frí, stundum hættan eða eitthvað svoleiðis eða gekk illa manna og þá var engin bráðavakt á staðnum. Hjúkrunarfræðingurinn var í dagvinnu. Ef voru slys eftir 4 eða eitthvað bráðatilfelli þá þurfti að bíða eftir aðstoð frá næsta héraði sem 70 til 130 km fjarlægð. Það fer eftir hvað stattur í þessu víðfeðma héraði. Það gæti jafnvel með lengra. Sigurður hefur verið viljugur með okkur og rauninni gott aðgengi á honum. Hann hefur hjálpað okkur mikið með því að þegar hann fjarverundi í annar vinnu í Keflavík að þá hefur við notað símann og við notum snjallsíma rosalega mikið, iPada og ýmislegt og oft hugsaðum bara af hverju allir tilfærsla verkefna sé ekki meiri, af hverju mega hjúkrunarfræðingar ekki gera meira sem það kunna gera. Og við hefum svolítið dreift verkefni á milli okkar, unnið í gegnum síma, svona eins og teymi. Við fórum að leita aðeins út í heimi, hvað gert út í heimi, það auðvitað annars staðar á Íslandi mikla fjarlægðir og einangrar heilbrigðisþjónustur.
Góðvinur Sigurðar í ráðuneytinu hafði farið til Grænlands og frétt af fjarheilbrigðisþjónustutækjum þar og það leiddi okkur svolítið á sporið og við mynduðum saman hóp sem svona áhugamannahópur hvað getum við gert til að gera heilbrigðisþjónustuna betri og aðgengilegri hér. Frá árinu 2012 þá var ákveðið að hætta að reyna að stoppa í þessi göt. Við ákveðum að læknir myndi vera á vakt aðra hverju viku og á staðnum á dagvinnutíma, en hjúkrunarfræðingur væri á staðnum á dagvinnutíma alla vikur og á vakt aðra hverju viku. Þannig að það er ákveðin hvíld alltaf á milli og með þessu er bráðaþjónusta tryggð. Það er líka mikil samvinna við Vík og Klaustur og þetta gæti þessi samvinna náð mikið víðar, sérstaklega í ljósi tækninnar. Formleg samvinna sem áður segi byrjaði 2012 og er enn í gangi og gengi vel. Agnes er tæki sem að kallaðist þetta fjarheilbrigðisþjónustutæki. Hún kom til okkar haust 2013. Til hvers erum við aðeins aftur? Jú, við náttúrulega vitum alveg sem erum eitthvað aðeins búin að kynna okkur þetta að hugmyndir fjarheilbrigðisþjónustu eru ekki nýjar af nálinni, en enga sigur þá þekkist kannski þessi þjónustu ekkert mjög mikið hér á landi, en auðvitað eru hér röntgenmyndir eða rafræn sjúkraskrá, það myndi líka flokkast sem rafræn heilbrigðisþjónusta. Það er eitthvað sem við höfum ekki gleyma. Frumkvöðlar á svona fyrstu tilraunum eða alvöru tilraunum með fjarheilbrigðisþjónustu eða lækningar voru í Ástralíu og Kanada og Bandaríkjunum og það eru þetta mjög mikla vegalengdir þarna á strjálbýlsvæði. Því beitt hvati að koma á svona einhverjum öruggum samskiptaleiðum og vegna sjúkdómagreininga eða bara almennra heilbrigðisþjónustu. Þetta er í dag raunhæfur valkostur að því að tæknin er nú svo miklu betri. Við heldum að nýting á þessari þjónustu geti dregið úr kostnaði án þess að draga úr gæðum þjónustunar ef eitthvað er þá eflunarna. Við getum svo sem orða þetta þannig að við auðvildum rauninu aðgengi eða jöfnum aðgengi landsbyggðarinnar að heilbrigðisþjónustu, alls kyns ráðgjafar, stóðþjónustu eins og næringaráðgjöf eða sérfræðiviðtöl við hjartalæknin eða eitthvað slíkt. Og þannig tryggjum við svona mat og meðferð og aðstoð okkur við sjúkdómsgreiningar. Við notum þetta í dag svo litið svona í akútfasa en ég kem betur að því á eftir. Bara svona réttalega minnast á að auðvitað er fjarheilbrigðisþjónusta til staðar en við erum í allt annarri mynd, við erum ekki að hugsa rafræn læknabréf eða myndrannsóknar. Ég nefndi Grænland hérna áðan og við höfum fengið ábendingar þaðan og það leiddi okkur að framleiðenda. Þegar fórum að skoða myndir þaðan og fá okkur upplýsingar. Það enda þannig við þetta kynntum okkur líka hverjir aðri væru á markaðanum. Við vorum ákveðinn hópur og ég og Sigurður, við fengum lánaðan verkfræðing frá Landspítala og höfum aðeins verið í samvinnu við landlæknisembættið. Allt svona á óformlegum basis, góðar undirtektir en hvergi þetta peninga finna. Og á Grænlandi þá eru svona fjarendar út all land og öllum erindum frá Grænlandi er stýrt í gegnum Nuuk. Áður en beiðni eitthvað frekari senda áfram. Fyrirtæki þarna aðstoði landi við þarfagreiningu hvaða tækjaval þurfti á hvert stað. Það er auðvitað hellingur hægt að gera. Og svona sem dæmi þá leiddi sú greining meðal annars ljós að það var aðeins 1 hjartaáfall á mánuði yfir landið, en þeir ákveðu samt að kaupa hjartalínurritatæki fyrir alla staðina. Á stærri eða fjölmennum stöðum og þá er þó læknisstaðsettur til að sinna fólki á staðnum og annað heilbrigðisstarfsfólk. Þetta hefur náttúrulega leitt til betri nýtingu á starfsfólki, auki skilvirkni og afkastagetu. Og sem dæmi að þá lækkaði kostnaður vegna ferða á milli staða eða transport úr $25 milljón niður í 16 milljónir strax fyrsta árið eftir þessi tæki var tekin í notkun. Og svo má líka þess að geta að kostaði $3 milljónir að setja allan búnaðinn upp all landið. Og maður spyr sig þetta, gildir þetta fyrir okkur. Það er nýlega búið í fréttum til dæmis í Vestmannum og þá er sjúkraflug búið að aukast 70% á milli ára. Fyrstu skrefin, já, við fengum eitthvað peninga og allir æðislega ánægðir með þessar hugmyndir og fannst við vera kreatív og við vorum mjög spennt fyrir þessu. Íbúar voru orðnir leiðir á því að hafa þessu göt, fannst þetta óöryggi að engin skildi verið til staðar til að sinna þeim eitthvað kemur upp á. Og það eru þetta fleiri stéttir læknar sem að sinna hjartaáföllum og heilablóðföllum og slysum, það eru sjúkraflutningamenn og hjúkrunarfræðingar og fleiri. Íbúar tóku vel í okkar hugmyndir og það var stofnið styrktarsamtök eða hollvinasamtök við heilsugæsluna. Farið var í að safna fé, hugmyndina kynntar og á einu meðgöngutíma að þá safnaðist meira en nóg af peningum. Það var á 16 mánaða tímabili að þá voru þetta 13 milljónir eða meira og ef við með höfðatölu þá voru þetta 4 milljarðar í Reykjavík. Þannig sjá hvað gengur alltaf vel að safna á Íslandi.
Þannig að þetta hefur verið formlega í notkun hjá okkur frá árinu 2013, keyptir styrktafé og líka góðir aðilar sem styrkt okkur við flutningin og tækjunum til landsins. Og enn eru fjármunir að safnast, það er mikil ánægja með þetta. Þannig að þetta heldur hægt nema íbúin hefur komið þessu sögu, en það er það sem gerir þetta spennandi, íbúinir vildi þetta líka. Hvað er þetta tæki? Hvað innihildir það? Það er stafræn kvikmyndavél, það gerir mögulegt að sinna sjúklingum á rauntíma, meðal annars það er líka hægt að taka myndir, frista og senda eftir hvað henda hverju sinni. Ef maður vil hafa þessa live mynd þá er þetta auðveldara fyrir læknin eða ráðgjafandan á hinni línunni að fylgjast með svipbrigðum og máli og einkennum sjúklings, en allir vita að það er auðvitað mjög mikilvægt í þessum bransa. Það er hægt að skoða nánar augu og eyru og kok eða hálsinn og veirna, útbrot, áverka, önnur yfirborðsmerki nefnið það. Það er hægt að mæla blóðþrýsting og þann fer jafnóðum inn í tölvuna, súrefnismettun, öndunarmælir, húðmyndavél, rafræn hlustunarpípa, það er auðvitað PC-tölva, lyklaborð og mús og fleira og fleira. En það er ákveðið tölvuforrit sem síðan tengir þessi tæki saman sem við ákveðum að kaupa líka, af því þetta er bara svona pilot og prófa til að stimpla þetta hérna inn. Þetta er nokkuð svona sjúkraskrá, þannig að öll gögnin fara inn í þessa skrá og ráðgefandi á hinn í línunni, hann loggar sig inn í þessa skrá, hann fær link, senda hann á tölvupósti og loggar sig inn og getur þá síðan annarkvort frystar myndir og upplýsingar eða þá hort á lifandi upptöku. Við bárum þetta undir fólk hvort þetta væri öruggt og ég var að viðurkenna bara veikleika minn í tæknileg hlið, en öruggar aðgangsstýringar og dulkóðan upplýsinga á að vera í lagi. Uppfærsla á þessu forriti er ókeypis, það fylgir því engin auka kostnaður, það er engin leiga eða eitthvað gjöld á tækjunum eða neitt svoleiðis eða forritinu og það þarf aðgang að veraldarvefnum til að nýta þessa tækni og það er hægt að bæta við ennþá meiri búnaði eins og hægt er við þetta. Við þetta lentum aðeins í byrjunarlökum, það við vorum ekki með ljósleiðara og engin á Kirkjubæjarklaustri og nágrenni og þannig er þetta víða á landsbyggðinni. Ef við höfum fengið upplýsingar að netið sem var þá til staðar ætti að annað þessu, ætti að maður geta sendt myndir og þess áttar. En það var bara þannig að það var svona helst á laugardagsmorgnum og sent á kvöldin sem gátum nota þessi tæki. Þannig að það var ekkert voðalega skemmtileg byrjun og við höfum þetta lent í alls kyns svoleiðis. En þetta fréttist út í sveit og þá var einn bóndi að leggja ljósleiðara hjá sér og hann gaf okkur ljósleiðaralínu til að þetta væri í gang. Það er ekki nauðsynlegt að hafa ljósleiðara en hann vildi bara það besta, þannig að sjá hvað máttur íbúanna er mikill líka, samtakamáttur. Þetta er mynd af Agnesi, tækinu sjálfum. Þarna er ég og Ragga sem er ritari, þetta er svona bara sýnimynd. Svona lítur þetta út, þetta er á hjólaborði, það er hægt að hækka og lækka, það er hægt að keyra þetta Og ég var nú á ráðstefnu út í Ítalíu haust og einmitt telemedicine og þar var mikið að krabbameinslæknar eins og til dæmis í Bandaríkjunum, þeir tala mjög mikið við göngudeild á sjúklingarnir sína í gegnum svona tæki, spara þeim ferðir langa veg fyrir kannski 5 mínútna samtal. Þetta getur sparað endurkomur eftir einhverja aðgerðir og svo fleira. Þannig að það er svo sem kannski engin landamæri í þessu. En þannig lítur þetta út. Það er líka, við tókum 2 skjáu, þetta er svona smá lúxusgræja og svona, við áttum nógan pening, það kannski ekki þörf á öllu þessu allstaðar. Þetta er bara svona dæmi með eyrnaskoðun, þá er þetta tæki sem er sett inn í eyra, þið sjáu kannski mjög daufa mynd hann frá aftan en þarna kemur hljóðhimnan upp beint á skjánum. Í dag er það þannig á Íslandi að læknar með eingöngu skrifa út lyf og þetta er oftast hauglægt mat þegar það er að kíkja í eyru. Það er öllum kunnugt held ég sem vilja vita að það er allt of mikið notað sýklalyfjum á Íslandi, sérstaklega á börnum. Þannig að þetta er mikið svona áreiðanlegri gögn. Það sem er rautt í mínum huga er kannski ekki rautt í huga Sigurðar og svo framvegis. Eins og ég sagði áðan, þetta er sjúkraskrá, þessi myndi fer allt inn undir kennitölu sjúklingsins, sagan og myndinar. En hvernig setjum þetta þá inn í íslensku sjúkraskrána? Hvað gerir ég þá? Það er ekki komið svo langt en við erum vonandi förum við á sporið með það fljótlega. Tempóið á Klaustri er það rólegt að það leyfi mér að reyna að handfæra þetta yfir í söguna. Ég get reyna copy-pastað yfir í söguna. Þannig er þetta núna, það gengur þetta ekkert á annarsömmum staði eða svoleiðis, en þetta er svona framtíðarmál. Hérna er til dæmis dæmi hljóðhimnu, þau sjáu hvað myndin er rosalega skýr. Svona gluggi myndi opnast fyrir læknin eða þann sem á að gefa út lífið. Hann myndi þá nákvæmlega sjá þessa mynd og fyrir neðan texta, þarna er ekki dæmi texta en hann er þá sömu skjámynd. Hann er að taka mynd af auga og
Þetta bara einn möguleika mörgum sem hægt að gera, sjá sýkingar eða bjúg eða róða eða eitthvað slíkt. Út í heimi þá þessi tilfærsla verkefni mikið meir en hér á landi orðið. Þetta bara svona dæmi hvað myndin skýrar. Mér langar líka að segja ykkur að það kom skjólstæðingur til okkar sem hafði kvartað undan óþægindum í þessu auga. Við erum með svona bjúg og ef vel að gáð þá sést svört rák hana, svona aðeins vinstra megin við rauðu röndina. Ég veit ekki hvað þið sjáu það þannig, það sést mjög vel og í tækinu þetta stekka þetta sem sagt. Það var aðeins sjónskerðing og eitthvað svoleiðis hjá sjúklingur svona í stuttu máli. Þetta veljum kringustæðum þá að maður senda hana sjúkling til Reykjavíkur strax, sem er 300 km fjarlægð eins og áður komið fram. Við sendum til ráðgefandi aðalaugnlæknis. Eftir 5 mínútur var þetta svar komið og sjúklingurinn fór bara heim með úrlausn strax. Þarna hefði líka ríkið þurft að borga ferðalag og fleira. Sáravakt dæmi eitt, það nú til dæmis sérhæfða sárameðferð víða. Það líka langan veg að fara oft ef það mæta kannski ykkur 2 í viku ef eitthvað sérhæfð mál eru. Það líka oft gott maður vinnur einnig hér að geta átt samtal við kollega. Það skilar sér alltaf til sjúklingsins. Kíkt í kók til dæmis, þá komum við aftur því hvað rautt, hvað eru stóri kirtlar. Það ekki kannski að sama, þetta allt öðruvísi. Þá getur læknir sendt út til dæmis lyfseðil ef það væri viðeigandi rafrænt. Og það auðvitað dæmi fjarheilbrigðisþjónustu. Svona lítur þetta út líka. Svipað á þann að þá var ég bara með mynd af hljóðhimnu en þarna kemur texti, komu upplýsingar kennitölu, komu upplýsingar pensilínónami eða annar lyfjaónami eða eitthvað slíkt. Sögu komu ástæða, hvenær hefum komið, af hverju og svo framvegis. Og mér langar að taka sem dæmi hvað þetta gert svona mikið fyrir okkur á Klaustri. Eins og ég sagði áðan, þá var svo mikil óánægja með að vera göt á læknaþjónustu. En aðalega sérst að snýri að því það var enginn á vakt í staðar frá 4 til 9, 4 síðdegis til 9 eða 8 næsta morguns. Og þetta bara mjög einfalt dæmi notkun þessa tækis að það barn sem hringir á vakt, fær akut eyrnabólgu, það lýsir sig þannig að barnið verður með háan hita og ótrúlega óvært og jafnvel grátandi af verk. Og heima kannski hálftíma fjarlægð frá þorpinu og það hringt í vaktsíma. Eins og þetta var áður þá hefði vaktsími svarað í Vík í Mýrdal og við komum til þurft að fara þangað með barnið sitt, kannski klukkan 9 kvöld eða eitthvað. Þetta alveg mögulegt að bíða til næsta dags en það alltaf þetta ferðalag. Við hefum nokkra leiðir til að leysa þetta. Við hefum áður notað bara síman og þetta sem ég sagði án, það gengið vel og allt það. En núna getum við bara bætt við mynd og það svona áreiðanlegri greining. Hin leiðin svo að sjúklingur fór til Víkur. Víkurlæknir gat líka verið eitthvað staðar í burtu, í slysi eða einhverju slíku. Það oft allra þeirra vonun og oft fljúgandi hálkan á milli og það ekkert einstæmi þarna en annars staðar. Þetta bara mjög einfalt dæmi. Síðan að Agnes kom og þá hefur þurft, sem Agnes kom í notkun 2013, haust 2013, þá hefur við sendt 1 sjúkling í næsta bæjarhérað. 1. Það nú líka hægt að taka dæmi brjóstverki og fleiri svona akut vandamál og það auðvelt að sjá fyrir sér til dæmis eins og í Grímsey og annars staðar sem svona einangröðum stöðum, þar sem ef við tökum dæmi brjóstverk. Það vont veður kannski, það engin heilsugæsla á staðnum, það þarf að kalla út sjúkraflug og gera ráð fyrir þessi hjartaáfall þar til annars annast. Það dýrt, það tímafrekt, sjúklingurinn hræddur og svo framvegis. Ég svo sem ekki hugmynd hvað svona sjúkraflug kostar en ég get ímyndið mér sér fleiri 100.000. En með Agnesi þá hægt að taka hjartalínuritt og þó sért ekki heilbrigðisstarfsmaður þá auðvelt að kenna að taka hjartalínuritt eða beita þessum tækni og senda og það hægt að fá greiningu. Það oft sem að þetta nú kannski bara brjóstsviði en það alltaf mikið í húfi og þetta nú ekki brjóstsviðin. Ritið gefur ykkur svo miklar upplýsingar. Svona endalaust hægt að taka dæmi En það eins og segja, þetta meira svona kannski í akutfas og eins og maður nota þetta raunverulega í dag. En okkar svona hugmynd og eins og þetta annars staðar úti í heimi að það langar okkur að auka eða jafna aðgengi landsbyggðarfólks að sérfræðiþjónustu eða annarri stóðþjónustu. Við viljum virkja það að sérfræðingar, hvort þú ert næringafræðingur eða hjartalæknir eða eitthvað á þeim toga, að þú getir hitt viðkomandi í gegnum tölvu og það ekki hægt að hittast í gegnum Skype því í gegnum þetta þá ertum við aðgengi á sjúkraskránni.
Það hægt að gera blóðpröfur og mælingar í heimabyggð. Það hægt að útbúa ykkur greiðslur í kringum þetta. Við erum þegar byrjuð á svona óformlegu samstarfi við valda sérfræðinga og það aðalega í dag á kunningjabasis. Við erum heppin að læknirinn okkar búin að lengi í bransanum og hann á marga góða vini og þeim finnst þetta spennandi verkefni. Þannig við verið góðir samstarfi margar lækna sem nota bene hafa ekkert fengið greitt fyrir þetta. Sjúklingurinn hefur borgað bara venjulegt komugjald eins og áður. Og læknirinn og ráðgjafandi læknirinn hefur ekki fengið krónu. En hann vísu launum kannski hjá einhverjum öðrum akkurat. En þeir nú flestir á landsbytarnu eða þjóna landsbyðinni, þannig að, þið vitið, maður hringir hvað sem í það í síma. Þetta bara myndrænar, niðurstöður og áreiðanlegar upplýsingar. Við höfum átt fund með sjúkratryggingum kannski að reyna að fá fjármagn í verkefni til að búa til einhvern gjaldalið. Það ekki til einn formlegur gjaldaliður fyrir heilbrigðisþjónustu og við verum líka svolítið tala meira teymisvinnu og að við séum að vita heilbrigðisþjónustu en ekki endilega hjúkrunarþjónustu og læknisþjónustu. Það svo margt sem við getum gert saman og þetta hvor grein hafi sitt sérsvið. Þetta löngu byrjað annars staðar. Löngu byrjað. Það líka hægt að spara allskins endurkomur sem væri hægt að fara í gegnum þetta samtal og svoleiðis. Þannig bara til að draga svona upp mynd þá þetta það. Við læknir og hjúkrunarfræðingur og aðrir sem á heimafelli, við fáum nú stundum félagsráðgjafa, hann kemur mánaðarlega og þá kemur til okkur augnlæknir og einhver svona sérfræðingar og þannig það líka við það. En í kringum okkur út allt þessi ráðgjafandi aðilar allstaðar og allir boðnir og búnir. En það snýst að efla kannski skilvirknina, auka aðgengið, draga úr kostnaði og í rauninni bara skrýta ef við sem ekki komið lengra á stað. Til dæmis þá þetta nú stór liður kannski að auka lýðheilsu, við vitum öll að það enginn að fara út á landi til næringaráðgjafa að taka sér kannski 2 daga frí og borga 56.000 kall í flug fram og tilbaka og jafnvel þó að Tryggingastofnun borgi fyrir það. Þetta bara ekkert raunhæft. Það alskis tölur að lýðheilsan sé lakari á landsbyggðinni, til dæmis hvað var ofþyngd heldur en í höfuðborginni. Það líka hægt að nýta þetta í höfuðborginni og við áttum fund með formanni Sjúkraþjálfarafélag Íslands. Hann sá líka fyrir sér marga möguleika þegar fólk kemur kannski 1-2 tíma, fær leiðbeiningar æfingar en þarf svo að hitta eða heyra í viðkomandi. En það snýst aftur það að engin gjaldaliður. Við höfum fundið fyrir velvilja á allstaðar, ráðuneytinu og landlæknisembættinu, hvar sem við höfum átt fund með velferðarnefndinni. Það allir spenntir, en þetta einhvern veginn svona í starthólunum og algjört svona pilotverkefni. Þetta bara svona samantekt, þetta kannski aðalpunktanir. Þetta hefur auðvelt okkur að fá þessi sérfræðiálit flýtt fyrir þeim og þar með tryggt svona skjótari úrlausn vandamála og síðast en ekki síst dregið úr sem kostnaði við ferðalög. Og við vitum nú alla að fjármunir skipta miklu máli við forgangsröðinni í heilbrigðisþjónustunni og við deilum við þetta ekki það. Heilbrigðisþjónusta er dýr, hún frek til fjársins og ef þessu sé ekki stýrt eða framþróun þá kannski voðanvís, ég veit það ekki. Allstar annars þarf þurft fólk að bregðast við alla þjóðir, allstar allir að eldast, það vantar fólk til að sinna verkefnum og með skilvirkari kannski vaktafyrirkomulagi eða teymisvinnu, nýta fjarheilbrigðisþjónustu, má ná fram kannski skilvirkari þjónustuferlum eða verkferlum. Það greiðara upplýsingaflæði, það betri stuðningur við ákvarðanatökur og ég tala ekki þetta kannski mörgum málsins að það mikið betri nýting á færni og þekkingu starfsfólksins. Þannig að þetta eykur gæði og öryggi þjónustunar. En mér langar svona í lokin kannski að vitna í Nobelinn á Albert Einstein og nota orð sem eignuð honum. Við getum ekki leyst vandamál okkar með því að nota sömu hugsunna og þegar við sköpuðum vandamálin. Til þess þarf nýja hugsun. Það er kannski bara komið tími til. Takk fyrir. Já, þetta var mjög góð spurning að þér vegna þess að þetta tilvalinn staði til að byrja á að prófa svona pilotverkefni. Á Klaustri frekar hár meðalaldur og tíma, ég byrjaði að vinna hana fyrir 8 árum síðan, þá var meðalaldurinn 60 ára og eldri og þetta er kannski ekki tölvuvætasta fólkið og kannski hefur ákveðna andúð eða vantrú á svona. Við fórum með stuðning íbúa að kaupa þetta og það tókst vel. Hins vegar voru alltaf þetta aðeins fordómaraddir, nú verður aldrei aftur læknir hér.
þetta var nákvæmlega svona. Þetta verður til þess að vera aldrei læknir hérna og annað, en samt sem að það voru allir spenntir og það mátti jafnvel finna fyrir því þegar fólk kom á heilsugæsluna, annarkvort til mín eða Sigurðar, það vildi allir komast í tækið. Það var aðmálið, sko, komast í tækið sem að það safnaði pening fyrir og svona, og hérna, þannig að sko þegar heildina litið, tók fólku sér mjög vel, það er afar stolt af þessu og það er þakklátt fyrir að þessi reyna að fækka ferðum og tryggja bráðaþjónustuna. Ein og ein rödd sem telur það að þetta komist einn fyrir læknin. Við höfum náð svolítið svona afsanna þetta, búið að vera með ár, læknirinn er ennþá til staðar og við viljum einmitt ítreka það að svona tækni, hún á að vera til stuðnings. Þetta kemur aldrei í staðin fyrir persónulegan kontakt. Þetta er kannski bara með fólk sem þarf að fara að ítreka að sækja stoðþjónustu og svo framvegis, þetta er til stuðnings. Það er margsýnt sig, unglingar í dag er mjög til dæmis oppirsæti, þeir eru tölvuvæddir. Þeir eiga auðveldara með að tjá sig við sálfræðing í gegnum tölvu og segja jafnvel eitthvað sem þau aldrei sagt í persónulegri nálægð sem dæmi. Og það er til marga stúdíur skilvirkni, ég man sérstaklega eftir einni rannsókn, það var 8 mánaða bið í Bretlandi á einhverjum borg þar á brunadeild sérhæfða og það kom nú ljós þegar var tekið út að 50% beiðnanna átti ekki heima þarna. 50%. Það kom ljós eftir að tóku upp fjartækni með því að nýta myndavélar, nota heilbrigðisstarfsmann online og hafa sögu, það gátti sigtað út fullt af fólki sem átti ekki heimana og þar með stytt biðtíman og það fór í ódýrari þjónustu. Þannig að ég myndi segja ef heildinni litið er fólk ánætt. Frábært framtaki á okkur og glæsileg framtíð. Já, gaman, þeirra. Við langar að vita hvað sér þú sem helstu hindranir sem það í vegi fyrir því að hægt sé að klára þessi framtíð? Já, þetta heitir á veikan blett, sko. Ég ætla bara að ljóstra öllu upp. Á Íslandi þá er heilbrigðiskerfið þannig að það er byggt á mjög mikið á hefðum. Og ég var aðeins svona laumast til að koma inn á teymisvinnu og verkadreifingu og það er að því að hér er mjög íhaldsamir læknar líka og þeir eru líka margir sem að bara fannst þetta alveg fárlegt hjá okkur og beittu andstöðu og svona af sömu ástæðu og gamla fólki og ég held að kemur ekkert stæðan fyrir læknin og vissulega er ekki þannig. Þannig ég held við þurfum kannski aðeins að hugsa aðeins upp á nýtt. Ég ætla bara að taka sem dæmi sem vonandi svara spurningunni. Ég er ljósmóðir, ég má sauma konu sko eftir fæðingu á fæðingavegi en ég má ekki sauma hné á gömlum kalli. En skiljið, það er engin lög þetta til. Þetta er bara hefðin. Ég má sjónprófa alla grunnskólabörn. Ég má ekki endurinn í ökuskírteini eða sjónprófa mann sem að fá nýtt ökuskírteini. Þið vitið, þetta er svolítið skökk mynd. Þetta er engin pyssukeppni neitt svona en við þurfum kannski aðeins að fara að hugsa aðeins upp á nýtt. Það er líka bara það sem að geta að nýbúið að skrifa undir yfirlýsingu hjá ríkisstjórninni og læknir að byggja upp heilbrigðiskerfið og það er engin annan við þetta borð og mér finnst það mjög sérstakt. Mjög pólitískt þetta. Er ekki næsta skrifið einfallega að Agnes fari í snjallsímann? Jú, Agnes, já, það er hægt að nota Agnes í snjallsímanum og ef það einhver hefði verið heima á Östur og Klaustri núna þá hefði náttúrulega tilvalið að senda Sigurði beiðni konsult í Skíðabrekkuna á Ítalíu. En ég hef verið að gera það í þessari viku. Þannig hún er eiginlega í símanum og er hvar sem er. Nú er víkulæknirinn redda mér. Ég bruna beint tilbaka eftir og það er neyðarflutningsmaður og sjúkraflutningamenn á vakt. En svona var þetta oft. Einu sinni var bara 1 sjúkraflutningamaður á vakt og fólki upplýði sig örugt. Þetta er bara svona falskt öryggi. Þannig að það breytti tímar. Þetta rétt þá er það þannig að sjúklingurinn þarf þá að koma á Klaustur til þess að fá þessa þjónustu. Er einhver umræðan það að í raun og veru að sjúklingur geti bara verið heima og fengið einhvers konar þjónustu án þess að þurfa að fara á staði? Jú, þetta var líka mjög góð spurning. Það er engin landamæri eins og ég sagði, til dæmis í heimahjúkrun, það sem er miklar fjarlægðir, þá væri hægt að nýta sér Agnesi í einhverju mynd að tala við fólk í gegnum örugt kerfi, ekki bara í gegnum FaceTime eða Skype og eftirlit, þannig að það er vissulegt að gera það. En varandi kannski flóknari viðtalstíma og þess að það þá kannski ágætt að hafa heilbrigðisstarfsmann í kallfæri sem getur náð í sjónal eða einhver gögn fyrir sérfræðingi til að tíminn myndi nýtast sem skildi. Ég held við þekkjum öll sem að fólk sem býr út á landi og endur komi ykkur og hann er kannski 5 mínútur inni. Þetta er rosalega lítill tími fyrir mikið ferðalag. Og það er alveg satt að gera það gegnum tölvuna. Takk fyrir.